Já, velkomin í annan þátt af samtali á sunnudegi. Þetta eru þættir hérna á Samstöðinni sem að taka form sitt af þáttum sem að Ævar Kjartansson var með á sunnudagsmorgnum á Rás 1 mjög lengi. Það sem að var tekið fyrir svona tiltekin mál í hvert sinn með einhverjum leiðsegjara og við erum núna með verkalýðsbaráttuna, ætlum að taka nokkra þætti það og Sigurður Pétursson sagnfræðingur, hann hérna leiðsegjari í þáttunum. Við byrjuðum í síðustu viku með upphæfi verkalýðsbaráttunar, vorum þá með Þorleif Friðriksson sagnfræðing. Já, við lögðum svolítið grunninn þar og fórum svo fram eftir 20. öldinni. Já. Og enduðu nú á húsnæðismálunum en komum víða við á leiðinni. Já. Það var mismunur kalla og kvenna, það voru baráttumálin, það var eiginlega rétturinn og réttleysið og svo rétturinn sem kom með verkalýðsfélögunum eða verkalýðshreyfingunni. Nú ætlum við hins vegar að hoppa svolítið eftir öldinni og koma í loka fasa 20. aldarinnar eiginlega. Já, það þessi þáttur fjallar nýfrjálshyggjuna og til þess að ræða verkalýðsbaráttu á tímabili nýfrjálshyggjunnar hingað komið Ögmundur Jónasson sem var formaður félags fréttamanna í svona upphafsárum nýfrjálshyggjunnar og síðar formaður BSRB og fór svo þing og fleira. En hann kannski fyrst og fremst verkalýðsmaðurinn Ögmundur. Formaður starfsmannafélags sjónvarpsins vegna þess að ég vildi aldrei fréttamennirnir tækju allt yfir, sko. Já, starfsmannafélag, þeir voru í öðru félagi fréttamennirnir en þú varst með húsverðunum og fleirum í. Já, þeir klöðu sig frá. Miklu fínna félagi sem Ögmundur var í, sko. Miklu meira verkalýðsfélag. Já, alveg verkalýðsfélag. Það sem við ætlum að ná í þessu þætti að kanna hver voru svona einkenni verkalýðsbaráttunar á nýfrjálshyggjuárunum. Kannski lifum við nýfrjálshyggjuárin ennþá, kannski lifum við eitthvað sem væri kallað síð nýfrjálshyggja eftir hrun, en kannski tímabili frá svona 1980 til að hruni 2008. Já. En Sigurður, hvernig viltu byrja þetta? Já, ég held að þetta sé ágætt tímamörk að nýfrjálshyggjan sem að einkennist kannski fyrst og fremst í okkar huga af valdatöku Thatcher og íhaldsflokksins í Bretlandi og svo Ronald Reagan tímabilið í Bandaríkjunum og fram að hruni, það sé nú ágættir endapunktur, þó að séu 15 ár frá hruni, þá erum við ennþá kannski svolítið í óvissu tíma eftir hruns árana. En það er mjög fróðlegt að fá þig Ögmundur til að ræða þessi ár upp úr 1980. Þú varst fyrst fréttamaður í erlendum fréttum og fylgdist vel með og síðar leiðtogi BSRB á þessum tíma. Þegar að þessar bylgjur fara að skella hér á landið, þá var hér hópur innanlands sem var búinn að svona aðeins að undirbúa jarðveginn, var það ekki? Imreiðarhópurinn, getum við sagt. Jú, og báknið burt Já, báknið burt sem slagorð. En ég held að þetta sé alveg rétt hvernig þú setur þetta upp. Í fyrsta lagi talarðu bylgjur sem skella á Íslandi. Við erum svona að mörgu leyti háð því sem að gerast erlendis og annað sem ég sammála þér að nefna þarna til sögunar Margaret Thatcher og Ronald Reagan. Margaret Thatcher verður formaður íhaldsflokksins í Bretlandi 1975 og síðan forsætisráðherra 1979 og það alveg til 1990, þannig að þetta hennar ár þarna frá 1980 og þetta 9. áratugurinn. Ronald Reagan verður forseti 1981 og til 89. Og þessi tvö, þau þeir sem eru í kringum þau ráða afskaplega miklu framvinduna. Þau eru ekki ein. Á þessum tíma eru sett upp það sem þau kalla think tanks. Thatcher sagði við skulum hverfa frá þessu fyrirkomulagi sem að Bretar hafa búa til svo kallaða hvítpappíra þar sem að kallaðir væru aðilar víðsvegar að í samfélaginu og þeir kæmust að svona yfirvegaðri niðurstöðu. Niðurstaðan er hér, sagði hún. Þið skulum bara finna það út hvernig ná henni. Það var svona gerbraut afstaða. En það fyrsta sem hún gerir, eitt af fyrsta sem Thatcher gerir, þegar hún kemst til valda, það er að lýsa því yfir að nú ætla hún að koma á raunverulegri samkeppni.
og hún ætlaði að ráðast fyrst gegn hættulegasta einokunar risanum. Hver var það? Það var verkalýðshreyfingin. Og hún skildi reyna að koma henni svona på plass. Nákvæmlega sama gerir Ronald Reagan og það er eftirminnilegt að eitt af fyrsta sem að hendir í hans stjórnartíð 1981 er verkfall flugumferðarstjóra. Hann hafði lofað flugumferðarstjórum stuðningi í kosningunum, í aðdraganda kosningana, skrifað þeim bréf og sagt myndu standa með þeim, þess vegna hurfu þeir frá stuðningi við fráfarandi forseta Jimmy Carter sem að býður lægri hlut fyrir honum. Hann svíkur þetta allt þegar að sestir að samningaborði í upphafi hans forsetatíðar og þetta endar með verkfalli flugumferðarstjóra í ágúst 1981 og samkvæmt bandarískum lögum þá hafa starfsmenn alríkisins ekki rétt til verkfalla. En á þetta hafði ekki reynt, menn hafði ekki svona gengið hart fram í þessu þangað til þarna. Og það sem gerist er að þetta skiptir nefnilega máli því að þarna er ákveðin svona vendipunktur. Það sem gerist þarna er að þeir fari í verkfall, það endar með því að þeir eru allir reknir. Þetta eru 13.000 manns, allir reknir úr starfi og sagt í ofanálag, þið fáið aldrei starf aftur hjá bandaríska ríkinu, aldrei. Og þeir komast einhverju til starfa að nýju en þegar komið fram árið 2006 að þá höfðu innan við 1000 manns fengið starfa nýju hjá bandaríska ríkinu. Þannig var það. Og það sem að þetta gerði hins vegar var að stórfyrirtæki bandaríkjunum að þau herðast öll og segja, heyrðu, nú ætlum við að gera það sama. Vegna þess að bandarísk löggjöf, hún er ekkit mjög vinsamleg verkalýðnum og nú fóru þau að notfæra sér gloppur í henni það að atvinnurekandinn, hann hefði valdið. Hann hafði bara ekki þorað að láta á það reyna fyrir en að Reagan tekur af skari með þessum hætti. Þannig að til að ljúka þessari frásögn eins og ég sé hana, sé hlutin hafa gerst, þá hafði þetta gríðarleg áhrif inn í öll samskipti verkalýðsins og atvinnurekanda og ég rakst einhvers þar á það að árið 1970 þá eru tæplega 400 meiri háttar verkfall í Bandaríkjunum, 400 meiri háttar verkfall. 2010 eru þau komin niður í 10-11. Og þetta er rakið til þeirra breytinga sem þarna eiga sér stað. Og þetta er alveg eins og þú segir réttilega, þarna er slagurinn endur skilgreindur alveg upp á nýtt og ekki verkalýðshreyfingunni í hag. Já, akkurat. Og þróunin í Bandaríkjunum og reyndar Bretlandi líka hefur verið svo að þáttaka verkafólks og millistéttar í verkalýðsfélögum hún hrundi. Eftir þetta var aldrei mjög mikil í Bandaríkjunum en þó 30% á tímabili undir 1980 en hún er komin niður fyrir 10% í dag. Og þannig að þetta hrun og svo er það aftur tengt kannski og við getum ekki rætt það betur þar að segja stöðnun og hruni í afkomu millistéttarinnar í Bandaríkjunum fyrir utan hvað lægri stéttir hafa það lélegt þar og öryggisleysið. En höldum okkur áfram í útlöndum aðeins meira Thatcher. Hún tók náttúrulega slaginn við kolanámumennina sem að var kannski svona úrslita barátta þar. Jú. Og þar var verið að berjast svona mjög erfiðri baráttu vegna þess að menn voru að halda í vinnuna, menn vildu halda kolanámunum opnum þótt fyrirsjáanlegt var að það kæmi að því að þeim yrði allavega mörgum lokað. Og þess vegna var þetta mjög erfiður slagur fyrir verkalýðshreyfinguna að taka þennan slag nákvæmlega. En síðan svona fara mann alltaf lengra og lengra inn í öngstrætið og það er alltaf þrengt, það er sífellt meira þrengt að
verkalýðshreyfingunni, ekki bara í Bretlandi heldur í Evrópu almennt, og þú nefnir þessa tölu sem finnst athyglisverð í Bandaríkjunum 30%, að í Frakklandi þá var hún aldamótunum 14%, ég hef séð það 11% núna, þá sé bara rétt rúmlega 10%, en það segir í rauninni ekki neitt styrk verkalýðshreyfingarinnar. Við heyrum alltaf í einstökum greinum. Í einstökum Já, greinum. akkurat. Í einstökum greinum. Já. Og svo hitt að ég hlustaði nú einu sinni á forystumann frá háskólamenntuðum starfsmönnum í Svíþjóð segja þegar að talað var í einhverjum umræðu þætti hvort það var ekki ráð bara í verkalýðsfélögunum að yrðu þau eftir sem að vildu vera þar og vildu berjast, og þá sagði hún, jó, ég veit alveg hverjir yrðu eftir í mínu félagi. Það er baráttu glaðasta fólkið, þannig að mann veit ekki hvað þeir að kalla þá yfir sig. Ef þeir ætla að búa til verkalýðshreyfingu með þeim sem þar vilja vera og þar vilja berjast. Þannig að það er svona 20 í þessu. En þegar ég hef komið til Frakklands að undanförnu, þá hefur alltaf annað veifið verið verkvöll í lestónum eða einhvers staðar. Maður er orðið var við verkalýðshreyfinguna, og mér finnst þetta alltaf góða fréttir. Svona bara næring, sko, að vita að þarna er líf með fólki að lætur. Einhver barátt í gangi. Einhver barátt að lætur ekki vaðið yfir sig, vegna þess að við verðum alltaf að horfa á samhengið. Hvar er verið að berjast og hvað? Þar sem að hefur einkennt okkar og að þennan síðari tíma er uppgangur og yfirgangur fjármagnsins. Akkurat. Og þegar að barist gegn því þá finnst mér það góða fréttir. Það er líka svo fallegt í Frakklandi að þau eru svo sýnileg verkvöllin, að þeir fara í verkvall og efna svo til mótmælagöngu, þar sem eru kannski nokkur 100.000 manns til þess að styðja. Kemur svo vel út á myndum. Og breytir valda hlutföllunum. Ég nefnilega held að verkfall, í mínum huga er verkfall ekki til þess eins að ná í betri kjör eða betri laun. Þetta er spurning valda hlutfall í þjóðfélaginu. Og ekki bara í þjóðfélaginu heildrænt séð, heldur inn á hverjum vinnustað. Hver er það sem ræður? Og ég hef stundum tekið það sem dæmi eftir verkfall BSRB 1984 sem var mjög harðvítugt verkfall. Launahækkanirnir voru teknar tilbaka, vissulega. En það sem breyttist var að nú voru skrifturnar ekki sendar eftir kaffi, eins og gert hafi verið fyrir verkfall, vegna þess að andrúmsloftið og valda hlutföllin inn á vinnustöðunum hefur breyst. Já, einmitt. En Sigurður byrjaði að spyrja þau svona upprunan eða ræturnar á Íslandi, nefndi Heimreiðar hópinn, þú nefndir Báknið burt. Kanntu að greina það svona hvenær má merkja það að nýfrjálshyggjan og ólík afstaða til verkalýðsbaráttu skýtur rótum á Íslandi? Ég held að sé á sama tíma og þetta gerist erlendis. Við erum nefnilega hluti af sömu tískubylgjunni. Þetta er tíska svolítið, hvernig heimurinn hugsar. Og við sjáum það að þegar Friðrik Sophusson er fjármálaráðherra miðjan 10. áratuginn, hverja fær hann til að flytja fyrirlestra hér? Aðra en Ruth Richardson sem var mjög harðvítug baráttukona fyrir einkavæðingu í Nýja-Sjálandi. Vegna þess að Nýja-Sjáland hafði í lok 9. áratugarins og síðan á 9. áratug orðið eins konar tilraunabúi í frjálshyggju. Og þangað horfðu menn allur heimurinn. Hann horfði þangað. Við gerum það líka. Við sendum starfsmenn BSRB til Nýja-Sjálands. Við böðum höfundi þessara bókar hér, Rolling Back the State, Jane Kelsey, til að flytja fyrirlestur á Íslandi og hafa áhrif á umræðuna hérna. Jane Kelsey, hér er hún mætt. Og þetta er 1996. Sem sagt, þetta er allt í gerjun hann undir lok 9. áratugurins og menn eru fannir að horfa út. Atvinnurekendavaldi gera það, hægri sinnu pólitík gerir það, hún leitar eftir inspirasjón erlendis frá og við gerum það.
Við vorum að fullu líka. Slagurinn hann verður alþjóðlegur. Það verður alþjóðlegur slagur og það er það sem breytist í baráttunni á þessum tíma. Að barátta sem hafði verið bundin bara nær umhverfinu, hún verður alþjóðlegri og verður síðan stöðugt alþjóðlegri og það þekkjum við alveg fram á þennan dag að sjálfsögðu. En þarna við fórum að finna fyrir mönnum eins og Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni sem var mjög aktífur í að sækja fundi hjá þessum think tanks, hvernig ég var að þýða það? Hugveitur. Hugveitur, sem að þeir voru mjög duglegir að setja á laggirnar stuðnings með Thatchers og Reagans. En við gerum það líka. Og þannig að slagurinn, hann fer inn í þennan farveg mjög mikið. Þú tekur dæmi af 95, þar sem að þið eruð að horfa út. Hannes og félag, þeir voru byrjaðir fyrir 1980. Er svona tapaður tími í viðspurninni þannig að milli? Já, það er kannski aðeins, við bætum við þetta að stundum talað sko að velferðaríkið og þessi hugmynd jafnaðarmanna velferðarsamfélagið hafi komist í svona ákveðna þröng eftir olíukrísuna 73-5-6 og 1980 þá hafi sem sagt velferðaríkið verið komið á þann stað að jafnaðarmannaflokkarnir þeir höfðu staðnað einhvern veginn og spurningin var á að halda lengra í róttækni átt til þá meiri jafnaðarmennsku eða nóg komið og þar með veittu þeir kannski fjármálaöflunum þennan slagkraft að koma tilbaka og hirða ýmislegt frá þeim aftur og velferðarkerfið hjá okkur hér á Íslandi kemst í svipaða þröng verkalýðshreyfingin hún svona verður að stofnanaveldi en undantekningin var kannski milli 80 og 90 BSRB og kennararnir sem að stóðu þá fremst að kannski breyting á stéttasamsetningu og menntasamsetningu þjóðarinnar og velferðarkerfið hefur búið til nýjar fjölmennar stéttir sem eru hjá henni opinbera og þú kemur þarna inn Ögmundur inn á þetta svið og þetta verður svona ákveðið andófsbarátta. Það er ekki verið að sækja fram á við í velferðarkerfinu, það verið að verja velferðarkerfið frekar. Já, ég held að á þessum árum þá sé óhætt að segja að svo hafi verið reyndar allskyns undarlegustu bandalag verið þannig til. Vegna þess að Alþýðusambandið hafði á þessum árum og alveg fram undir miðjan áratuginu og reyndar allan 9. áratugin verið þið sem mörgum fannst þið ábyrga afl að reyna að koma á stöðuleika sem kallað var og ná niður verðbólgu og svo framvegis. Við í opinbera geiranum vorum hið gagnstæða. Við vildum hærri laun og bara slást fyrir því. Og þessar fylkingar þær ná ekkert saman. 1984 verkfall BSRB bera vottum það og síðan koma samningar Alþýðusambandsins og menn svona fara út og suður. Það má segja að undir lok áratugarins að þá fara menn að ná saman og þú nefnir BSRB og kennara innan ASÍ voru líka hópar sem að svona áttu ágætt talsamband inn í raðir opinberra starfsmanna og inn í þessa svona baráttu arfleið allan sem þar er. Og ég nefni nú bara föður þinn, Pétur Sigurðsson, formann verkalýðssambands Vestfjarða, Guðmundur Jaki og fleiri sem að mynduðu svokallaðan svartahóp. Þetta er 1984 sem að, 1989, þetta er 1989, þetta er eftir verkfall BSRB, sem að reynir að ná þessum straumum saman og vilja skammtíma samning undir lok árs 1989 og þeir eiga ágætt talsamband við okkur og við í opinbera geiranum við svegjum að leið og segjum all right, verðbólga hérna 30%, við skulum reyna saman öll að ná henni niður. Þetta var svona hugsunin þá í aðdraganda þjóðarsáttasamningana og við förum inn á þessa línu sem að Alþýðusambandið hafi verið að reyna sem svarti hópurinn sem svo var kallaður
talar fyrir þarna undir lok ársins. Við náum því síðan fram, BSRB, í samningum í apríl 1989 að koma á eins konar verðtryggingu. Við erum fann að tegja okkur í áttina baráttu aðferðum Alþýðusambandsins, náum að tengja kaupmáttin þróun á verðlagi landbúnaðarvöru. Þannig að allt fer þetta svona saman inn í eitt pott, springur svo aftur á fyrstu árum þjóðarsáttarinnar þegar að íhaldið komið aftur í valdastóla og ætlar að notfæra sér þjóðarsáttina til þess að komin markaðsvæðingu samfélagsins, fara að rukka inn á sjúkrahúsin og svo framvegis, þá springur þetta aftur. En þetta gríðarleg gerjun á þessu tímabili, en alveg rétt, en þetta svona varnarbarátt að menn skynja hætturnar utan að, og á 10. áratugnum að þá fer frjálshyggjan að ná svona, sérstaklega eftir miðjan áratuginn, að ná undir tökunum í þessari glímu, þegar þeim tekst að halda áfram einkavæðingu samfélagsins og sundra samfélaginu. Út af það gengur þetta allt. Við vorum með samninga fyrir heilar stéttir og reyndar alla opinbera starfsmenn saman. Nú farið að stuðla því að þessu verði sundrað, hver vinnustaður semji, það verði ekki hildin sem að samiði fyrir. Við förum að deilum þetta innan opinbera starfsmanna, BSRB og BHM, þeir vilja markaðslaun og eru fylgjandi þessari sundraöllu. Við erum íhaldssamari að þessu leyti, viljum hafa allt undir miðstýringu, en þeir svona ná þessu smám saman að sundra vinnumarkaðnum. Út á það gekk það, og innleiða markaðsvæðingu á öllum sviðum samfélagsins. Og það stendur slagurinn núna. Áfram, stöðugt. Alveg síðan. Og hrunið var svona truflun. Já. Og spurningin var svo þetta, og enn, hvað svo? Já. En í aðdragandar hrunsins, og þetta er þetta tími sem við getum skoðað núna, og séð að eins og oft, að það er ekki bara ein hugmyndafræði í gangi. Það er barátta hugmyndana. Alveg rétt. Og þið í BSRB voru mjög duglega á þessum tíma, miklu öflugri heldur en kannski vinstri flokkarnir eða Alþýðusambandið, að efna til umræðu einmitt þessa þætti, grundvallar þætti í samfélaginu, velferðarkerfið og hvert beri að stefna. En hins vegar, eins og þú segir, það náðist ekki svona breið að ná saman stjórnmálunum, opinbera kerfinu eða verkalýðshreyfingu ASÍ í til dæmis skattamálum, og þannig náði þetta frjálshyggjan, fyrst 91, í stjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks. Þar svona voru fyrstu hægu skrefin, þó svo það væri ekki mikla breytingar. En eftir 95, þegar að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn taka upp sitt 12 ára samstarf, þá fóru hjólin að snúast. Og andstaðan var í mólum, má segja, það ekki? Hún var ósköp máttlaus. Ég held að þetta þakkaði fyrir það að nefna þetta með BSRB. Ég er með þessa bæklingar. Þetta er allt fólk sem kom hingað til að tala gegn frjálshyggjunni, sem kom á okkar vegum, og þetta eru höfundar þessara bóka markaðsvæðingu breska heilbrigðiskerfisins, og hérna er Nýja-Sjáland, og hér er heimurinn allur undir, Brendan Martin, allt þetta fólk kom hingað til hans, og við reyndum að slást í þessu. Og ég vil ekki áherslu á eitt, að jafnvel þótt þeir nái undirtökum, þessi frjálshyggjuöfl, að þá væri ástandið 100.000 sinnum verra ef ekki hefur reynt að berjast. 100.000 sinnum verra. Við náðum að afstýra ýmsu, en það er svolítið erfitt, eins og í eldhúsinu, að það er alltaf verið að þvo upp, en svo er alltaf allir diskarnir skítugir aftur. En samt hann var að þvo upp, og við vorum að þvo upp öllum stundum og reyna að halda húsinu í lagi, en höfðum svona
höfðum árangur en hann hefði þurft að vera miklu meiri. En þetta, ég mjög bjartsýnn maður, sko. Ég held að þetta í allt eftir að koma, vegna þess að mun kom í ljós að þau vandamál sem heimurinn stendur frammi fyrir, þau verða ekki leyst á forsendum frjálshyggjunnar. Þau verða ekki leyst á forsendum kapitalismans. Menn að tala um mengun í heiminum. Það verður ekki leyst á forsendum kapitalismans. Ég var að tala við ágæta mann sem hér kom fyrir 2-3 árum og talaði hér, Fred Magdoff, vísindamaður frá Bandaríkjunum, sósíalisti. Ég átti samtal við hann daginn og var að svona rifja upp það sem hann sagði í tengslum við bók sem hann hafði gefið út, What Every Environmentalist Must Know About Capitalism, það sem umhverfis sinnar þurfa að vita kapitalisma. Og hann sagði, sko, þú útrýmir ekki illri mengun nema þú komir á jöfnuð í bandarísku þjóðfélagi. Þú gerir það ekki. Hvar heldur þú að mengandi versmiður séu vestar? Það eru hjá fátæka fólkinu. Þær eru í svörtu hverfunum, svörtu borgunum sem eru fátækar. Þar er þetta sett niður. Það er ekki sett niður annar staðar. Og ef þú kemur ekki á jöfnuð í samfélaginu, þá tekst þér ekki að glíma við þessi vandamál. Ég er bara að taka þetta sem dæmi hver vanmáttugur kapitalismin er, þó hann sé núna að reyna að búa til nýja formúlu, græðum og grænu. En að því að Sigurður spurði, benti á að þið hefðu verið svolítið eini í þessari baráttu, BSRB, ekki samstillt verkalýðshreyfing og ekki með kannski vinstriflokkurum á þingi. Af hverju voru þið svona eini í þessari baráttu? Er það ekki þannig að, sko, pólitíkin var öll að breytast á þessum tíma? Hún var öll að breytast að eins og þú nefndir, reyndar Sigurður, að vinstri flokkar, jafnaðarmannaflokkar Evrópu, þeir eru líka breytum kúrs. Þeir eru að endurmeta sig og láta af þessari baráttu. Við nefndum Thatcher. Hún kemst í valda, verður forsætisráðherra 1979. Árin þar á undan eru verkamannaflokkurinn við stjórn, James Callaghan. Já. Hann ætlar að reyna að ná stjórn á bágum efnahag sem að kemur upp, eins og þú bendir líka réttilega á, eftir olíukrísuna 73-6. Og hann segir, nú skulum við sameinast það að forðast kauphækkanir, allar kauphækkanir. Og menn bara í Bretlandi, sko, ætlaði að missa andliti, sko, er verkamannaflokkurinn að tala svona til okkar láglaunafólksins, að við að fara að sitja á okkur. Og ekki nóg með það, ríkisstjórn Callaghans lét refsa sveitafélögunum af því hótunum allavega slíkt að þau skyldu sæta refsingum sem að veittu umfram kauphækkanir. Og þetta menn, sko, hugsuðu, heyrðu, hvað er eiginlega að gerast hér? Og síðan kom annað og meira og svo kom 10. áratugurinn þar sem að undir lokin Tony Blair komið til valda, var ekki 97, að með bara nákvæmlega sömu aðferðafræði og íhaldið og hægri menn. Og menn bara hætt að geta greint þarna í sundur hvað er hægri og hvað er vinstri. Og við erum svolítið ennþá í þessum tíma. Ég hef nú sagt það, sko, til gamans en kannski meir í alvöru til að snúa því við að það sé ekki hægt að mynda vinstri stjórn á Íslandi eins og sækir standa vegna þess að til þess þurfi vinstri menn á Alþingi. Og það er þetta sem að þarf að breytast í pólitíkinni. Það þarf að innleiða alvöru vinstri stjórnmál á nýjanleik. Þetta mun allt taka tíma, en þetta mun gerast. En þú þá að segja að ástandi hafi þegar verið orðið svona 95-2000 þegar þið standið þessum. Ég held það í pólitíkinni. Í pólitíkinni. Þannig hún var búin að gefast upp fyrir nýfrjálshyggjunni, alþýðusambandið einhverju leyti og þið stóðu ein eftir. Já. En eins og Sigurður nefnir, og það held ég að sé lykilmál, að því að kannski svolítið hættulegt að alhæfa samtök og hópa og segja við eini vorum góðir og aðrir ekki, að mjög vafasamt.
þó að það sé rétt að það eru svona heildarlínur, að þá það rétt sem að þú segir, Sigurður, að það eru margar hugmyndir alltaf í gangi. Það eru margir hópar og margar hugmyndir. Það á við alþýðusambandi, það á við okkur, átti við okkur og verkalýðshreyfingun almennt. Og stundum verður meiri hlutin undir. Það sé til að lítill hópur inn í samtöku sem að ná yfir að það. Já. En svo eins og þú nefnir, einmitt að þegar þið náðu saman, BSRB og verkamannasambands, svona, já, megin hlutin og verkamannasambandinu, að þá var það nokkuð sterkt afl sameiginlegt sem að barðist á fyrir frekar láglauna hópana innan beggja hópa og einmitt þjóðarsáttin fyrst í stað lyfti þessum hópum, hún gerði það sannarlega. Já. En þegar leið á, má segja að í raun og veru hafi auðstéttin náð að nýta sér þjóðarsáttina meira heldur en verkalýðshreyfingin. Og það tengist kannski þessari hugmyndafræði og stjórnmálunum auðvitað og sérstaklega þá eftir 95, en þá komum við kannski líka að einu öðru sem væri gaman að heyra aðeins frá þér og það er auðvitað kvótakerfið, markaðsvæðing fiskistofnana, sem að kemur inn á nákvæmlega sama tíma. Eftir 90 byrja þær breytingar hægt og rólega fyrst í stað, en eftir 95 helst það í hendur þessi mikla markaðsvæðing og kvótakerfið sem að verður til þess að til dæmis félög sem voru mjög sterk í verkamannasambandinu, fiskverkafólkið, að það verður í nánast undir. Og sjómannasamtökin voru bara heillum horfin eftir þann tíma. Þannig að það verður svona ákveðið niðurbrot í kannski forystu sveit, róttakasta verkalýðs armsins í ASÍ. En svo voru samt alltaf ákveðin öfl og þau hafa alltaf brotist fram aftur og aftur. Þegar spurt var kvótakerfið og kvótakerfið réttlátt eða það til góðs, að þá segir þjóðin nei, en samt heldur alltaf áfram. Ég held að ég er algjörlega sammála því að staðnæmast við kvótakerfið og það sem gerist með því að þar hafi orðið ákveðin vendipunktur. Ég hef lesið talsvert kvótakerfið og þróun þess og ég manni til því að lesa greinar eftir tiltekinn mann þetta kerfi og hvernig það hafði áhrif inn í efnahagslífið og ég fekk hann til að koma til liðs við mig í fundaröð sem hét Kvótan heim og hann heitir Gunnar Smári Egilsson og situr hér og þar rakti hann áhrifin af þessu kerfi. Þegar þú fer að taka peninga upp úr sjónum, jafnvel af óveitum fiski sem þú veðsetur og pumpa honum inn í atvinnulíf þar sem þú síðan nærð undir tökum. Og þetta er bara óuppgert mál ennþá. En eins og þú segir, þá hefur þetta líka valdið gríðarlegum svona klofningi í samfélaginu almennt. Þetta hefur verið samfélaginu mjög erfitt og þetta bara býður þess að við leysum það. En því miður þá hefur þegar á hefur átt að taka á Alþingi, jáfnvel þegar þeir sátu saman í stjórnum VG og Samfylkingin, og þau báðir lofa því að uppræta þetta kerfi í núverandi mynd, að það var ekki gert. Og það eru mjög sterk öfl að verki þarna. En það er eins og með svo margt í sögunni, þetta er eins og með veðrið. Nú er bara að vera mjög kalt lengi og þá fer maður að hugsa, heyrðu, það er alltaf kalt. Svo verður umhleypingasamt, það er alltaf umhleypingasamt. Ég er blankur, maður er alltaf blankur, ég er ríkur, ég verð alltaf, ég er svona sæmilega, menn horfa alltaf til þess að núverandi ástand sé óumbreytanlegt, en allt er breytanlegt. Öllu er hægt að breyta. Og ef menn halda þessu kvótakerfi sé ekki hægt að breyta, þá er það mjög mikill misskilningur. Það er mikill misskilningur. Vegna þess að allt sem hnígur í það átt að það þurfa að breyta því í samræmi við það sem að þjóðin telur vera réttlátt. Því að ég er sammálaður það að meiri hluti þjóðarinnar hefur alltaf verið afgerandi í þeirri afstöðu sinni. Og átta sig á því líka sem að með
kvótakerfinu og framsalinu og heimildi til þess að veðsetta kvóta, það var til gríðalegur auður og ef við erum að tala auðvald þá eiginlega væri hægt að reikna það að á einni nóttu hafi sko íslenska auðvaldið elfst tvöfalt eða þrefalt bara út af auðurinn og svo mikið. Já. En það horfir ekki vel með vilja almennings og almenningur sér í gegnum kvótakerfið. Það kemur fram til þess í könnu þegar almenningur er spurður af því sem að tengist auðvaldinu. Telur að kvótakerfið sé ógn við lýðræði. Það voru 64% landsmanna sem svara því jafnandi. Það sé ógn fyrir hérna. Þannig að almenningur sér alveg í gegnum þetta kerfi, sér hvaða afleiðingar það er haft. En af því að það kom einhver á dagskrá og það vill svo til að vera á dagskrá þjóðmálaumræðunni akkurat núna með tillögum sáttahópa Svandísar Svavarsdóttur að það horfir ekki vel Ögmundur með að það sé hægt að fella þetta kerfi ef að þetta eru hugmyndir stjórnmálanna sátt því að sáttanefndin er umhverfulega að leggja til að þjóðin eigi bara sættast við óbreytt kerfi, það er niðurstöður hópsins. En horfir ekki vel fyrir hvert, segi ég sko. Ég segi, það horfir ekki vel fyrir stjórnmálamennina ef þeir alltaf svona að þráskallast við og ganga gegn þjóðarviljanum mikið lengur. Vegna þess að það verður að breyta þessu. Það verður að breyta þessu og þessu verður breytt. Já, við skulum vona að það sé rétt spá. Þá er kannski, mér langar svona aðeins að víkja kannski að 2008. Já. Hrunið sem að margir töldu að yrði þá endalok nýfrjálshyggjunnar. Þar væri hún komin í þrot og hefði sýnt sig. Spákaupmennskan, þessi gríðarlega auðsöfnun efstu lagana í samfélaginu og þar með hefði bæði hugmyndalega og efnahagslega væri þessi stefna komin í þrot. En svo reyndist það ekki vera. Við fáum reyndar fyrstu hreinu vinstri stjórnin á Íslandi, getum við sagt, sem sat í 4 ár og ætlaði sér margt og hafði þjóðina með sér í byrjun, en svo mistókst hans í margt. Og á endanum má segja að eftir 2013 að þá hafi nýfrjálshyggjan komið aftur á fullri ferð í raun og veru, valdahlutföllin aftur orðin líkt og þau voru í kringum 2000. Hvað sem verður núna í framhaldinu, við erum ennþá í mikilli deiglu kannski, en hvað fór úrskeiðis 2008 eftir 2008 eða 2009 skulum við segja? Það fór náttúrulega ýmislegt úrskeiði sko, við nefnum þarna einn veigamikinn þátt sem er kvótakerfið og það sem gerist með því og jafnframt hinu að það er ekki tekið á bankakerfinu sem sagt grundvallar breytingum í bankakerfinu og koma á nýskipan þar, samfélagsbönkum eða öðru slíku fyrirkomulagi, svona grundvallar breytingar sem þyrfti að gera. Það er náttúrulega nokkuð sem að rýrir tiltrú á vinstri stjórnmál, þessi félagshyggju stjórnmál. Það er það sem að fór verulega úrskeiðis. Það er eitt, en svo er náttúrulega hitt sem að þjóðin þarf að horfast í augu við. Og það er hennar svona eigin afstaða og eigin hlutur. Í aðdraganda hrunsins voru 85% að minnstakosti, einhvern tíma var það mælt, mjög hlynnt útrásinni og fögnuðu og klöppuðu fyrir stórsigurum hérna suður eftir öllum Balkanskaganum þegar íslensk fyrirtæki voru að sjálfsundi sig lyfjafyrirtæki og símafyrirtæki suður eftir allir í álfu í óþökk fólksins þar. Þjóðin þarf svolítið að horfast í augu við sjálfa sig líka að hún náttúrulega ber ábyrgð á þessu fólki sem að stýri landinu, sem stýrði landinu þá og sem stýrði því núna og þannig að við breytum þessu ekki fyrir en að almenningur svona tæki svolítið valdið til sín. Ég hef gagnrýnt vinstrihreyfinguna grænt framboð fyrir afstöðuna til NATO og ekki þá bara þá sem að þar stýra för, alls ekki bara þá,
heldur hinna flokksmenn eða þá sem styðja þennan flokk, hvernig stendur á því að menn láta hann komast upp með að ganga gegn öllum fyrirheitum sínum. Ég ger mér fyllilega grein fyrir því að það ekki meiri hluta vilji fyrir því á Íslandi eins og sækir standa að segja sig úr NATO, ég veit það. Þó ég sé eindreið á þeirri skoðun. En þessi rödd til út í samfélaginu og hún á að vera til líka inn á þingi. Og þá mega menn ekki hlaupast undan merkjum eins og gert hefur verið. Og ég held að við lögum aldrei pólitíkina hérna fyrir en að fólk fyrir að taka eigin orð og eigin loforð alvarlega. Og við eigum að stilla stjórnmálamönnum svolítið upp í vegg hvað þetta snertir. Að hlaupast ekki alltaf frá loforðum sínum og fyrirheitum, en það það sem að gerast. Og þetta rýrir svo tiltrú á stjórnmálin. Gerir það. Já, og það kannski aftur að því sem þú sagðir áðan með stjórn verkamannaflokksins fyrir Thatcher-tíman, nú eða stjórn jafnaðarmanna á Norðurlöndunum síðar, eða þáttöku jafnaðarmannaflokka á Íslandi í stjórnum með Sjálfstæðisflokknum og jafnvel vinstri stjórnin 2008 að þær valda almenningi vonbrigðum. Þær breyti ekki nógu miklu hlutföllin í samfélaginu og þá spurningin, það ekki þá verkalýðshreyfingin sem að bak hjarl slíkra breytinga hefði átt að verða sem málsvari láglauna fólks, þar vantar eitthvað upp á. Á Norðurlöndunum það kannski vegna þess að stofnanavæðing verkalýðshreyfingarinnar orðin of mikil, en hér á Íslandi kannski líka bæði stofnanavæðingin og líka það að verkalýðshreyfingin hefur ekki sameinast að setja fram kröfur í skattamálum, húsnæðismálum og fleiri málum og þar af leiðandi nást ekki fram þær breytingar sem að lagt var upp með. Líka í kvótamálunum. Já, sko í fyrsta lagi varðandi stjórnina sem satt 2009 til 13 stjórn VFD og Samfylkingar, að þá ég alveg sannfærður það að ef við hefðum fengið yfir okkur Sjálfstæðisflokkinn og einhverja hjálpar hellur hans, þá var ástandi eða orðið miklu verra. Ég alveg sannfærður það. Einkavæðing og meiri misskipting og ekki þær þó jákvæðu skattkerfisbreytingar sem voru gerðar í tíð þessar stjórnar, sem halda því alveg til haga. Hins vegar dugir ekki náttúrulega að segja ég svo góður vegna þess að ég kom í veg fyrir eitthvað ægilegt ennþá vera gerðist. Þetta ekki nóg, sko. Já, skárri kostur. Já, við megum ekki staðnamast við það. En förum aðeins í saumana á því sem hún segir núna, vegna þess að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Hver og á hvaða forsendum, á hvaða vettvangi þarf að ná samstöðu. Ég held að það sem að þurfa að gerast fyrst og fremst kröftug, róttæk umræða sem rótar upp í öllum og gerir menn óhrædda og viljuga til að deila ef því að skipta þær leiðir sem ber að fara, vegna þess að kannski engin ein leið alveg rétt, nema svo að það þarf að ræða hana, það þarf að takast á málið, en það það sem að ekki gerist. Nú, förum svo áfram í þetta, verkalýðshreyfingina, hún nái saman. Sko, þetta var að hluta til frá verkalýðshreyfingarinnar hálfu, hugsunum með SALEK, með þjóðasáttinni og síðan með SALEK. Það að segja, allir semji saman og komist að sameiginlegri niðurstöðu og með því móti megi fá ýmsu framgengt. Og þetta hljómar, og menn vísa í Norðurlöndin, svona hafa þið gert það þar og þetta bara skynsamlegt að gera hlutina á þennan hátt. Ég hef verið mjög gagnrýninn á þetta. Hvers vegna? Ég horfi til Norðurlandana, það þarf að bera spegil að vitum verkalýðshreyfingarinnar til að sjá hvort hún yfirleitt bara á lífi,
því að það hafði heyrt einhverja baráttu þar, nei. Það er aðalega þá fyrir sjóðunum og öllu slíku sem að verkalýðshreyfingin stendur að það er ekki róttæk verkalýðsbarátta eins og við heyrum sumstaðar annar staðar frá og við fögnum. Og þetta er hættan líka við SALEK að þú setur alla undir straujárn og gerir alla eins og úthrópar alla baráttu og alla sem vilja hlaupa út úr rammanum sem við erum að skapa, þá staðnar allt. Þannig að hérna eru svona mótsagnir. Annars vegar, verkalýðshreyfingin saminuð, öll saman, verður sterkari, en leið getur hún orðið veikari. Vegna þess að á endanum, þá veikir hún baráttusveitirnar og færir völdin til innan verkalýðshreyfingarinnar sem að byggir þá meira og meira á hinum professional samningamanni, svona skrifræðinu þar innan. Þetta eru hérna svona þessi tveir straumar og ég segi bara sko stundum á þetta rétt á sér og stundum á hitt. En fyrir alla muni þá er það umræðan sem verður að vera og róttæku umræðu og engin ótti við það að deila og það er það sem þarf að innleiða að nýju. Ég hef stundum vísað til tímasetningu 1970 í pólitíkinni þegar að þú varst með 10-20 smá marxista hópa og ef menn urðu ósammála þá stofnaðu bara nýjan flokk og nýr hópur og svo framvegis. Ég er ekki að segja að þetta sé eftir svona vert, en það góða við það var að þarna var samfæringarkraftur á ferðinni sem að síðan skilaði sér inn í samfélagið, sem að hafði þau áhrif að opna samfélagið og breyta samfélaginu og fá öldungadeild við Hamrahlíðina og breyta ymsu. Hvers vegna? Í krafti baráttunar, í krafti umræðunar, í krafti róttækrar umræðu og henni má aldrei vísa á brott. Ég kem hérna kannski með fáránlega hugmynd, en þarna er þetta að tala um hugveitur. Já. Og það virðist vera eins og kapitalistarnir hafi nú lært þessa aðferð þegar þeir náðu að taka yfir umræðuna með sínum hugveitum. Já. Það vantar kannski fleiri vinstrisinnaðar hugveitur, en þá er líka hitt að koma stefnumálunum á framfæri. Þá erum við komnir í fjölmiðlana og annars konar vald. Því þú kemur náttúrulega verður þjóðþekktur sem fjölmiðlamaður. Þá er ríkissjónvarpið og nú er þetta allt saman mikið breytt. Það er erfiðar að koma inn í umræðina, það er erfiðar að koma málum á dagskrá. Við getum síðan til dæmis daginn í dag þar sem að upphrópanir og fyrirsagnir ganga meira að minna út á einhvers konar persónu einkenni forystunar en ekki fyrir hverju verið að berjast. Fjölmiðlun og vald fjölmiðlana og áhrif á umræðuna, þetta hefur kannski leitt okkur frá einhvers konar félagshyggju. Eitt af einkennum nýfrjálshyggjutímans er að sko flokksblöðin, fjölmiðlun sem að byggði á einhverju hugmyndalegi stefnu, dóu, þóttu bara úrelt og jörðus. Já, ég að mörguleyti sakna þess tíma þegar við höfðum þessi flokksblöð með hreinar línur og allir viðurkenndu að vera pólitískir, en síðan urðu hérna svipaðu í bankaráðuna, það var að tala um að þetta verið svo hrikalegt að hafa pólitíkusa í bankaráðunum úr öllum þessum flokkum. Síðan voru bankarnir einkavæddir og stjórnendur bankarna komu allir úr sama flokknum, einum og sama flokknum. Í hinu tilvikinu varstu þó með þessa hérna Allir með masterpróf í nýfrjálshyggju. Þú ert að vera með masterpróf í nýfrjálshyggju til að fá að setja í stjórn lífeyrissjóðs. Já, akkurat. Já. Nei, það er Einsleitnin er orðin meiri heldur en var í raun og veru. Já. Og þetta á við fjölmiðlana þá líka. Já, en hvað er síðan að gerast? Hvar sittum við? Með rauð tjöld. Rauð tjöld og rautt borð og erum að tala um verkalýðspólitík og hvernig sé þetta svona ég segi ekki endurræsa hana vegna þess að hún er í gangi. Það er margt ágætt að gerast á því sviði. Líka þó að margir vilja einblína bara á deilumálin, þá er margt jákvætt líka að gerast þar. Og hérna,
við sittum hérna og vorum að tala um verkalýðspólitík og hvað sé hægt að gera. Það er að segja, það er líka að verða eitthvað nýtt til. Það er líka að verða eitthvað nýtt til. Barátta almennings náttúrulega hættir ekki. Nei. En hún getur orðið veikari og rakist út í horn. Ég held að þú segir að segja ekki vinstrimar á þingi, ég held að við erum að segja að í lok nýfrjálshyggjutímans þá sé raunverulega barátta almennings komin út í horn meðan nú kannski í upphafinu 79, þá var hún ekki hún var hluti að miðju umræðunar á stjórnmálana. Sko, þegar ég segi þetta að það er engin vinstrimaður á þingi, þá verða eflaust einhverjir óskaplega reiðir. Sem þú ætlast líklega til. Já, ég ætlast þá til að menn, stígi fram og segi nei, þetta er rangt hjá þér vegna þess að þetta er svona á hinsegin. Ég segi eins og meðan að hægt er að láta Sigurð Inga Jóhannsson komast upp með það að heimila fjárfestum að seilast hún í vasa okkar á þess að nokkur maður hreyfi andmælið, það var reyndar einn þingmaður Samfylkingarinnar, Oddný Harðardóttir sem greiddi atkvæði gegn, enginn annar. Í nafni samvinnuverkefna. Já, þetta er nýja samvinnustefna, segja Framsóknarmennirnir, að meðan að þetta er, og svo getið þið ekki fjölmörg önnur dæmi, að þá vil ég bara að menn komi og skýri það út fyrir mér að þetta sé ránt. Ég vil að menn geri það. En ég er jafnframt að hvetja náttúrulega menn til þess að tryggja að inn á Alþingi komist vinstri sinni sjónarmið. Má ég spyrja út í þetta aðeins, vegna þess að ef við tökum þetta tímabil, svona frá 79 fram að hruni, að fyrir þann tíma þá var það eiginlega regla að forseti Alþýðusambandsins sæti á þingi og voru margir úr verkalýðshreyfingunum sem tóku þátt í stjórnmálum. Ekki bara úr A-flokkunum eða þeim flokkum sem hefur rætur sinni í verkalýðshreyfingunni, heldur líka í sjálfstæðisflokknum, þar sem sátu menn með rætur í verkalýðshreyfingunni og þingi og í borgarstjórn. Þú ert eiginlega sá síðasti sem forseti með formaður BSRB og situr á þingi á sama tíma. Ég veit ekki hvort að Gvendur Jaki, hann hefur kannski verið við það að hætta á þingi þegar að þú kemur inn. Það var hættur. Já, Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir var þá nýhætt, hún kom inn með borgarflokknum. En þú ert eiginlega svo eini sem ert í þessu. Á tímabilinu, þá eiginlega því skotið inn í huga verkalýðshreyfingarinnar að þetta séu aðskildir hlutir. Verkalýðshreyfingin eigi það er þetta einkennum af nýfrjálshyggjunni. Verkalýðshreyfingin eigi bara að berjast fyrir hærri launum, má gera það, betri starfsskilyrðum á einhvern hátt. En ef þú vilt hafa einhver áhrif á mótun samfélagsins eins og húsnæðismálum, í skattamálum og svona, þá átt þú bara að bjóða þig fram til þings, ekki vera að blanda þessu tvennu saman. Það verður á þessu tímabili svona viðskilnaður krafna réttlátara samfélag og verkalýðshreyfingar. Og á sama tíma gerist það að þeir sem ættu þá að halda upp í kröfum láglaunafólks og þeirra sem eru undir í samfélaginu réttlátt samfélag, að þeir snúast eiginlega frá þeirri stefnu yfir því að þeir ætli bara að reka samfélagið eftir hætti nýfrjálshyggjunnar betur en hægri menn. Já, og þetta er mikið til í þessu held ég og líka hitt sem að ég held að verkalýðshreyfingin þurfa að gæta sín á. Það er að ætla ekki að leysa samfélagsmálin og vandan í samfélaginu á sömu forsendum og markaðshyggjan vil gera, til dæmis í húsnæðismálum. Þar eru menn að hverfa frá því sýnist mér að reisa þá kröfu á hendur sveitarfélögum, hinu opinbera, að sjá fyrir húsnæði þeim sem ekki hafa efni á að kaupa íbúðarhúsnæði, að þeir leigi þá af einkaaðilum og þá eru þeir að stökkva inn og koma með slíkar lausnir á eigin forsendum. Við sjáum þetta líka til dæmis í Virk sem er svona milliliður sem var til svona til að stuðla að endurhæfingu þeirra sem lendi í vanda og ég er ekki að segja það að Virk hafi ekki gert margt gott, en forsvarsmenn verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda töluðu þannig þegar að þess Virk var að vera til að
að samfélagið hefði ekki staðið sig og þess vegna þyrftu aðila vinnumarkaðar að taka þetta verkefni af sér og horfðu þá fram hjá því að endurhæfing hefur verið hér í allgóðum farvegi, Grensásdeildin, Reykjalundur, Landspítalinn, sjúkrahúsin, læknar og svo framvegis. Náttúrulækningahæli. Já, og á vegum hins opinbera. Það sem var búið til var kerfi, þar sem 39% af launasömmur landsmanna fer til virk í þennan nýja millirið. Og það eru meiri peningar en ganga samanlagt til heilsugæslunnar í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Álftanesi, Garðabæ, þessu stóru Reykjavíkursvæði. Þannig voru fjármunir færðir til þessa nýja aðila. Ég hef alltaf haft ákveðnar efasemdir um þetta. Ég hef viljað skilja á milli verkalýðshreyfingarinnar sem aðhaldsafls, sem baráttuafls og aðhaldsafls og hins vegar framkvæmdar sem á að vera á vegum sveitarfélaga og ríkis. Ég hef engan áhuga á því að fá að, ef ég verð veikur að forseti Alþýðusambandsins banki upp á hjá mig, ég vil bara fá sjúkralið eða hjúkrunarfræðing eða lækni. Ég vil ekki fá þetta fólk inn á gafl til mín, það kemur ekkert við hvernig mitt prívatlíf er. Ég vil hafa aðgreiningu þarna á milli og ég vil hafa verkalýðshreyfinguna í kröfugerð úrlausnir á vegum hins opinbera, sveitarfélaga og ríki sem á að axla þessa ábyrgð. En ég ætla ekki að taka þetta að mér sem verkalýðshreyfing. Þetta er mitt sjónarmið og ég held að sé svo varasamt þegar verkalýðshreyfingin fer algerlega inn á þessa braut að búa til sjóði og búa til framkvæmda áætlanir sjálf. Hún á ekki að gera þetta. Þetta er kannski að hluta til þetta andsvari mitt við stöðnun og fjársvelti opinbera kerfisins. Já. Og okkur er talið trúum að ef að eigi að bæta peningum í félagslega lausnir þá þýðir það skattahækkanir á allan almenning. En á sama tíma höfum við gengið í gegnum tölvubyltinguna, sjálfvirknibyltingu stórum hluta sem hefur fært fjármagnseigendum alveg óheyrilegar upphæðir í peningum og völdum en þetta hefur ekki skilað sér til almennings og svo kemur það að ef á að bæta þjónustuna við almenning þá verður hann að borga það sjálfur. Já. Fólk er að missa fastan vinnutíma í dag og með sjálfvirkninni og tölvunum að þá er fólk nánast eins og hamstrar á hjóli allan sólarhringinn í vinnunni og maður spyr til hvers voru allar þessar tæknilegu framfarir ef þær koma ekki fram í styttri vinnutíma, ef þær koma ekki fram í meiri velmegun eða vellíðan fólksins og hvernig getum við breytt þessu? Nú er bara komið að því að við þurfum að bara setjast niður og spyrja hvað eigum að gera? Hvað ber að gera? Jú, þá koma sumir upp með þá lausn eins og Píratar hafa gert að við skulum bara fá borgaralaun, allir fái laun fyrir að vera til og hafi framfæri að því og síðan bara látum við svona reka á reiðunum. Það sem á að vera þá grundvallar krafan á hendur samfélaginu er að ég fái peninga til framfærslu. Svo fer það að horfa nánar ofan í þetta. Já, og hvað þá með barnabæturnar? Nei, þær fara náttúrulega hverfa og húsnæðisstyrkinn, það hverfur allt saman. Allt þetta sem við höfum verið að smíða í tímans rás, það á að hverfa samkvæmt þessum hugmyndum framfærslu frá hinu opinbera, búa til einhvern grunn þar. Við höfum nú þegar allt kemur til alls verið að búa til þjóðfélag sem að færir fjármuni á milli þegar þú ert veikur þá á að láta þig fá peninga til að fínansera það eða veita þér ókeypis aðgang að því meðan þú ert að byggja eða kaupa þér íbúð eða leigja að þá fáir stuðning til þess meðan á því stendur í stað þess að
segja, við ætlum bara að búa til þjóðfélag þar sem allir göngum út frá því að allir séu veikir í einu og allir að kaupa íbúð í einu og allir, allan tíman, alla sína ævi og sníðum einhver borgar að launa þessu. Þetta finnst mér ekki vera góð lausn, en þetta svona tilraun til að byrja að ræða málin og menn kunna að reka þetta ofan í mig, að þessi einhverjir svona fletir hérna sem ég skilji ekki eða sjá ekki, þá skulum við ræða það. Ég nú eiginlega bara fálma eftir því að leita eftir einhverjum svona leiðum út úr þessu, en fyrst og fremst bara að segja, heyrðu, ræðum málin. Ræðum málin. Þjóðfélagið að taka gríðarlegum breytingum og við þurfum að reyna að laga okkur að þeim, en aldrei missa sjónar á því að við erum að standa vakt fyrir þá sem að hafa minnst í samfélaginu en standa að samaskapi undir þessu sama samfélagi. Má ég aðeins að því þú nefndir virk og það mitt að ágætist dæmi hvernig verkalýðshreyfingin bregst við á nýfrjálshyggjutímanum. Ég spurði Kristján Þór sem ekki að segja sitjandi forseti Alþýðusambandsins einmitt út í þetta. Baráttur það að byggja sín eigin kerfi, Bjarg, Húsnæðisfélag og Virk og eitthvað. Og hann sagði að þetta væri bara byggt á bituri reynslu verkalýðshreyfingarinnar, þá gætum við bætt við á nýfrjálshyggjutímanum, þar sem ekki væri staði við neitt, þar sem að væri alltaf verið að brjóta niður kerfin. Og það væri mat þeirra sem tóku þátt í því að byggja Virk, að það væri bara öruggara fyrir launafólk að hafa þetta kerfi sem að væri byggt upp og þau gætu passað upp á verkalýðshreyfingin. Frekar heldur en að treysta á að stjórnvöld gerðu það í anda þess sem þú varst að segja, þetta væri skylda sveitarfélagana eða skylda ríkisins og annað slíkt, vegna þess að reynslan væri einfaldlega svo að stjórnmálamenn getur bara kippt þessu í burtu. Láttu þetta grotna niður, láttu þetta bara eins og hefur verið gert með sumt af því sem þú nefndir áðan, eins og vaxtabótakerfið, barnabótakerfið, húsnæðiskerfið, það hefur bara verið látið grotna niður. Þannig að einhver leiti þá til þess að það eru stjórnvöldur sem ófært að halda upp í velferðarkerfinu eða grunnkerfinu samfélagsins og verkalýðshreyfingin sé að bregðast við því með því að byggja það upp hjá sér. Ég held að ég algjörlega ósammála þessu og þetta það sem að þið sögðu. Þú ert ósammála leiðinni. Já, ég ósammála leiðinni og þessum staðhæfingum líka. Og ég man eftir því að við sátum einhvern á sviði í Háskólabíó, það sem verið var að ræða þetta, það voru fulltrúar Jóhanna Sigurðardóttir og svo var Gylfi Albjörnsson og Vilhjálmur Egilsson og ég og kannski einhver einn eða tveir til viðbótar það sem verið var að ræða þetta. Og þá var dregin upp þessi mynd, sérstaklega hálfu aðila vinnumarkaðar, sem svo voru kallaðir, mínus ég náttúrulega, sem sögðu nákvæmlega þetta. Stjórnvöld hafa brugðist og þetta svo hræðilegt að við þurfum bara að taka þetta yfir sjálf. Ég var nú reyna að andæfa þessu og ef við horfum til íslensks samfélags eins og það byggðist upp á 20. öldinni, svona frá lokum seinna stríðis og svona fram undir loka aldarinnar, áður en að þessi ófögnuður fer að ráðast á okkur, frjálshyggjan, þá erum við að byggja upp mjög gott samfélag á Íslandi. Við erum að byggja upp mjög gott samgöngukerfi, við erum að byggja upp gott velferðarkerfi, góð sjúkrahús, að tala það að endurhæfing hafi ekki verið sem skyldi, hún mátti verða miklu betri, það alveg rétt. En ég nefndi þarna Grensádeildina í hruninu sem semst á næstu árum og eftir, þá fækkaði á Landspítalanum 500 stöðugildi, eða var fækkað 500 stöðugildi. Á sama tíma og við vorum að segja fólki á Grensádeildinni, þar sem endurhæfingin átti sér stað, þá voru að ráða nýja á að berin húsgögn á skrifstofur Virk. Ég veit að nú verður þau hjá Virk óskaplega reið, en við skulum bara ræða þetta saman. Þá eru þetta áherslurnar. Það að draga upp þessa mynd, aldrei neitt hafi verið gert, aldrei neitt gott hafi verið gert, nú þurfum við bara alveg kúvenda og við þurfum bara að sjá þetta. Við þurfum að sjá þetta í einhverju nýrri stofnun á vegum verkalýðshreyfingarinnar. Ég held að þetta sé bara alrangt og þetta er röng mynd sem verið að draga upp, alröng mynd.
Eins það með sveitarfélögin sem að mörg syntu ágætlega þessari skyldu sinni að sjá þegnunum fyrir húsnæði. Oft fyrir þrýsting innmitt frá verkalýðshreyfingunni. Að byggja í leiguhúsnæði og bæta kjör þeirra sem að vildu kaupa íbúðir. Út á það gekk slagurinn. Þegar ég var að byggja á sínum tíma 1981 byrjaði að gera það, þá voru húsnæðislánin innan við 20% frá Íbúðalánasjóði eða húsnæðisstofnun, svo það hét þá, innan við 20%, svo var það komið verulega upp. Það var verið að ýta þessu öllu áfram í rétta átt. Það nú bara staðreyndin. Og þá að taka upp þessa barátt að nýju tel ég vera. Og þá erum við náttúrulega farin að tala líka fjármagnið. Hvert á að sækja fjármagnið og hvert á að beina því. Og þessi sveltistefna sem er auðvitað stefna. Þetta ekki tilviljun að kerfin okkar, þeim haldið í spennitreyju, eiginlega í sveltistefnu, það á tíma frjálshyggjunnar og aftur núna síðustu áratuginn í raun og veru. Og hins vegar er skattahlutfall efstu 10% lækkað og stór fyrirtækin, og ég tala nú ekki fjölþjóðleg auðfyrirtæki, sleppa við að borga sinn skatt til samfélagsins, til samfélagskerfana. Og þá koma svona lausnir upp, eins og þið nefnið, að fara fram hjá hinu opinbera kerfi. En í kosningum eiginlega aldrei tekist á þetta. Og í stjórnmála umræðun ekki tekist á þessa hluti, að skattleggja þá sem að eru ríkastir, hafa mestan auðinn og safna til sín auðnum til þess að styrkja kerfin okkar. Það er náttúrulega sláandi dæmi að það var einn auðmaður sem að seldi fyrirtækið sitt og flutti auðinn til Íslands til þess að greiða, eins og hann sagði, tilbaka og vakti þetta þjóðarathygli og vekur enn. Hvar eru allir hinir? Já, þú ert að vísa í Harald Þorleifsson. Já, akkurat. Já, sem sendi inn, það alveg rétt. Þarna hann að axla sína samfélagslegu ábyrgð sem er mjög til eftirbreytni. Hvar eru allir hinir? Það alveg rétt. Það hlaupa menn í burtu með peningana og nú að nýjasta verkamannastjórnin í Noregi sem nú kannski ekki mjög róttæk, en samt ákvað að leggja þó nokkuð miklar álögur á fiskeldisfyrirtæki og eigendur í Noregi. Nú gengur umræðan út á það að þeir sé að fara með alla peningana sína í burtu og meðal annars til Íslands. Því að hér sé skjól. En verða ekki bara þessi öfl í þessum samfélögum að fara að taka sér saman að taka á þessum hlutum? Skattleggja fjölþjóða auðfyrirtækin og þá sem eru. En við sjáum það ekki gerast kannski meðan Sjálfstæðisflokkurinn með fjármálaráðuneytið. Eða hvað? Já, og það gerist ekki nema að komi þrýstingur að neðan. Ég var að horfa á það daginn, eða lesa eitthvað sameiginlegt átak sem að verslunarmenn og samtök atvinnulífsins ætla að sameinast það er að segja skattalækkun á innflutta matvöru, landbúnaðarvöru, held ég hafi verið. Og ég fór að hugsa, hvað nú að gerast hér? Hvernig hafa tollalækkanir, það var tollalækkanir, hvernig hefur þeim reitt af? Hafa það skilað sér í lægra verði til neytenda almennt, bara af og frá, sko. En það er einhver straumur sem að allavega mér líkar ekki, sko, að þegar þessir aðilar að ná saman þetta. En það sem að þú nefnir með vísar í Noreg og þú vísar í svona flutningin af fjármagni frá einum stað til annars. Þetta er náttúrulega grundvallaratriði að átta sig á að alþjóðavæðingin í heiminum, hún á forsendum þessara afla. Hún gengur út á að greiða svona götu fjármagnsins að
losa alla þröskulda sem að kunna verið í vegi þess og þannig þarf verkalýðshreyfingin að hugsa líka. Hún þarf að horfa til þess að það er á forsendum fjármagnsins sem verið að alþjóðavæða heiminn. Og það er að takast á við það, að skilja það og takast á við það. En þarf þá ekki eitthvað að breytast í hreyfingunni því að sömuleyti þráður í þessari sögu að verkalýðshreyfingin hún veikist öll nýfrjálsvíkjárin. Það kemur í ljós að hún hefur ekki tæki til þess að verjast, hefur ekki hugveitur nema þá sem að þú rakst í BSRB. Stjórnmálin einhvern veginn aðgreinast frá verkalýðsbaráttunni, þannig að það er svolítið mikið að gerast til þess að ná saman einhverju svona vörn, ef ég reyni að skilja það sem að Sigurður er eiginlega kalla eftir, þú veist, hvað ber að gera, hvernig náum við þessu, ekki endilega sko hver ógnin heldur hvernig náum við þessu saman. Ég held sko að þetta eru svona ákveðnir lykilþættir sem hafa verið nefndir hérna og kannski það sem að skipti mestu máli er það sem að Sigurður benti á áðan að þjóðin, meiri hluti þjóðarinnar, hún vill eitthvað gagnstætt því sem stjórnvöldin eru að stefna og nefnir þar kvótakerfið sérstaklega og ég held að það sé bara á nánast öllum sviðum sem að fólk vill eitthvað allt annað en stefnir. Þess vegna þetta á að geta búið til bjartsýni með okkur. Vegna þess að þá er bara verkið, þá er verkefnið að finna hvernig við förum að virkja þessa krafta. Og ég mani til því þegar að ég var að nefna við erum að tala um þessar hugveitur, að ég fór til London í einhvern tíma rétt upp úr aldamótum, var búin að heyra um þessar hugveitur sem vinstri með var að koma á laggirnar. Það var í kringum Blair og ég heimsótti 2-3 ár og ég fór út bara í sjokki. Og hugsaði, það er alveg gott að bara fara og spjalla við Þorstein Pálsson og Friðrik Sophusson eða einhverja slíka, það voru bara slíkar lausnir og slíkir tónar sem að þar voru slegnir, ekkit annað. Þannig öll pólitíkin var þarna. Og ef að stjórnmálin og verkalýðshreyfingin og þessi félagslegu öfl reyna að hugsa leiði til að ná svona tengja sig þjóðarsálinn og þjóðarviljanum og sem ég vil kalla skynseminni líka, að þá mun þetta geta allt saman breyst mjög hratt. Sko það tók ekkert mjög langan tíma fyrir frjálshyggjuna að brjóta allt undir sig. Það tók ekkert mjög langan tíma. Það voru bara þessir hópar með samfæringu og ákveðið takmark fyrir augum. Þetta þurfa hinnir að átta sig á líka. Þessu þurfa hinnir að átta sig á líka. Og þá þurfum við ekki að vera hrædd að rífa svolítið virk eða tollamál eða skatta eða hvort verslunum menn að gera eitthvað snjallt eða ekki eða efling eða aðrir. Við erum ekki hrædd við það. Tökumst á við þetta allt saman. En reynum að hugsa saman hinn endanlegu markmið að gera þetta samfélag meiri jafnaðar samfélagi en það verið hefur. Sigurður, ég veit að við myndum vilja að setja punkt aftan við nýfrjálshyggjuna, en við getum það ekki, en við verðum að setja punkt aftan við þennan þátt nýfrjálshyggjuna. Ég held að sé gott að enda á þessum bjartsýnis orðum Ögmundar hér. Það er mjög góð endalok. Við erum stödd í miðri baráttunni. En við náðum að fara yfir og það kom mér svolítið óvart í samtalinu hvað þetta er eiginlega flókið spil sem að var spilað þarna út með nýfrjálshyggjunni og hvað það hafði áhrif raunverulega á bara baráttu aðferðirnar, fjölmiðlana, stjórnmálin, verkalýðsbaráttuna, hugmyndi fólks samfélagið, ótrúlegar breytingar. Já, það er alveg rétt. En við skulum haldi þessa bjartsýni sem Ögmundur nefnir hér að auðmagnið er ekki bara peningar, það er menningar auðmagn, það er félagslegt auðmagn sem að við getum byggt á til framtíðarinnar. Já. Og við munum ræða það í næsta þætti ólíkt auðmagn því að þá kemur Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði og við ætlum að tala ójöfnuð, en ég veit að hún hefur mikið verið að skoða ólíkt auðmagn, peningaauðmagn, menningar auðmagn, félagslegt auðmagn og svo auðmagn sem að fólk getur búið sér til með því að búa sér til rödd í samfélaginu og kannski ekki að þetta flokkundi neitt af þessu. En þakka Ögmundur kærlega fyrir að koma og dvelja á
einum myrku tímum nýfrjálsíkjunnar með okkur og hann skilja okkur eftir með bjartsýnan tón eins og Sigurður bendir á og þökkur hlustundu fyrir að staldra hérna við á sunnudagsmótni. Það er þessi þáttur og aðrir þættir í þessari röð samtal á sunnudagsmótni eru aðgengilegir á Facebook og YouTube og á vef samstöðurinnar, samstöðum.is. Þar er hnappur sem heitir þættir. Þá getið þið skoðað þessa þáttarröð og aðra þætti sem eru á samstöðunni. Ég hvet ykkur til þess að dreifa þáttunum, læka síðurnar á YouTube og Facebook og dreifa sem víðast því að raunverulega eru þið dreifið kerfi samstöðuna, því meira sem þið dreifið, því lengra náum við með erindi þáttana. Ef þið viljið styðja samstöðuna fjárhagslega, þá getið þið gengið í Alþýðufélagið, þá eru þið eins konar svona áskrifendur og það kostar 2.000 kall á mánuði. Þið getið borgað meira ef þið viljið, en það er líka gert með því að fara inn á samstöðum.is og íta á skráning, held ég að hnappurinn heiti. Þið finnið út úr því, en ég þakka ykkur kærlega fyrir og óska ykkur bara góðra helgar sem eftir að venni. Takk fyrir í dag.